Þá ætla ég að byrja á því að heilsa öllum. Við erum hérna í beinni útsendingu á þessum yndislega degi 1. nóvember og við hefjum samkomu með því að ganga undir Guðs orðið. Það gefur ykkur hérna orð úr Efesusbréfinu 1. kapítulunum og 7. versið. Það sem segir í honum, fyrir hans blóð, eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra. Svo auðug náð hans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi. Og þetta orðin sem við göngum undir og hjartalega velkomin til þess að hlýða á þessa samveru stund frá Keflavík og við sendum blessunar kveðjur yfir allt Ísland og eiginlega bara allan heiminn í gegnum internetið og á þessum dögum COVID þá ekkert sem stoppar tæknina og við ætlum að syngja og lofa Drottinn svo mun Kitty tala til okkar. Það verður auðvitað samkoma hérna hjá okkur á, ekki þriðjudögum, klukkan 5, þá ætlum við að hafa bænastund, svo verðum við næsta laugardag, líka þá erum við biblíulestur og fræðslu, sendu það einnig út og ég vona að þið hafið ánægju af þessu bæði sem við gerum núna í dag og ef þið viljið fylgjast með seinna, næsta laugardag og næsta sunnudag, því að væntanlega verður ekki nema takmörkuð aðsókn að kirkjunni en þið fáið að njóta þessa í gegnum alla þessa tækni. Drottinn bless ykkur í dag. Hér hjá okkur erum við með Samúel Ingimarsson, Kristinn Ásgrímsson, hann leikur á píanóið og talar. Bak við mig eru þeir Bergsteinn Ómar og Þórir Karlsson, bassaleikari. Þið megið þessna klappa fyrir þeim, þeir eru allir velkomnir og við ætlum að blessa Drottinn með söng og í gleði í Jesú nafni. Amen. Glory in the highest. Glory in the highest, glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living Word, glory to the Lamb. Glory in the highest, glory to the mighty, glory to the Lamb of God, glory to the living Word, glory to the Lamb. I sing glory, 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 glory to the Lamb. I sing glory, 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 glory to the Lamb. I sing glory to the Lamb. Glory in the highest, glory Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living Word, glory to the Lamb. Glory in the highest, glory Almighty, glory to the Lamb of God,
Nú skulum við ganga orði drottins. Ég ætla að lesa það hérna fyrir ykkur úr öðrum kapitula Efesusbréfsins og þetta verður svona hin postulega kveðja sem að kemur til okkar. Auðvitað boðskapurinn hjá Páli postula til Efesusmanna. Hann jafn gildur í dag eins og var þegar hann skrifaði þetta og hann sendir okkur öllum kveðju sína í Jesú nafni og segir: Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, sem þér lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum, þá lutu við vilja holdsins og hugsana vorra og voru með eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. En Guð auðugur af miskunn. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki þér að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaður í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldu leggja stund á þau. Samkvæmt þessum orðum þá eigum við aðgangað Guði föður almáttugum skapara himins og jarðar. Við ætla að leiða ykkur í bæn núna og býð þér sem að ert fyrir framann sjónvarpið eða tölvuna eða hvað sem þú ert. Legðu bænarefnin þín fram og við skulum leggja þau fram fyrir Guð og biðja þess að hans vilji megi koma fram hjá okkur öllum. Og þegar ég bið, vertu bara sammála í bæninni, þú hugsar því að Guð les líka hugsanir okkar og þannig getum við kunngjört Guði, óskir okkar með bæn og beiðni og þakkargjörð. Við skulum biðja. Takk Jesús Kristur fyrir miskunn þín og náð. Takk fyrir þetta stórkostlega orð og þennan frábæra boðskap sem við eigum frá himninum sem kom í gegnum pennan hjá Páli postula, það sem hann var að boða, það megi búa í hjörtum okkar, það megi óma í eyrum okkar elskaði Herra til þess að gera því dýrlegan. Og nú Drottinn, allt það sem að ágengur hjá okkur, allt það sem að svona umleikis í okkar lífi, frelsað okkur, vendað okkur og varðveittu. Við biðjum fyrir þeim Drottinn sem að glíma við sjúkdóma og þú veist með þetta COVID-19 hversu erfitt það að bæla þetta niður, en við biðjum Drottinn að þinn vilji verði til staðar. Við lútum þér elskaði Herra og við áttum okkar á því Drottinn að hvort við lifum eða deyjum þá erum við þín. Við gefum þér dýrðina og biðjum þess Jesús að allt líf okkar það megi verða þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Megi Drottinn blessa ykkur áframhaldandi. Við erum ekki alveg hættir að syngja, svo við allavega tökum nokkur lög núna í viðbót og svo talar hann Kitty til okkar. Maður sem hét Andri Krauts, ekki langt síðan hann fór til Drottins, en hann samdi svo mikið af yndislegum lögum og hér eitt þeirra. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me
me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Soothes my doubts, and it calms my fears. And it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, and it will never lose its power. Lose. It will never lose its Hann gefur frið. Þökkum bara Drottinn að þú gefur þinn frið hvar sem þú ferð. Hann gefur frið, öllu illu hann býður burt. Hann gefur frið, hann gefur frið, hann gefur frið, öllu illu hann býður burt.
að fara svona 40 ára aftur í tíman. Þá sungum við saman í hljómsveit sem hét Myrra og þá man ég að hann söng þetta lag og við með honum og við ætlum að taka þetta lag núna, Ert þú ferð yfir fljótið. Sem ósjálfbjarga einstakling þín móðir hér þig bar til að líta aðeins östutt æviskeið en brátt tíminn liðinn og þú kveður þessa jörð þú fer burt og kemur aldrei hingað meir en þú ferð yfir fljótið ferðu alein en þú ferð yfir fljótið ferður engir vinir fylgja þér auðavinn þau verða hér en þú ferð yfir fljótið ferður þau fáu árin líða fljótt því kvölda tekur senn með lífi þín á jörð þú vildir vel en hvað hjálpar það þér mannsins barn þótt þú vinnir veröld fyrst ef þú að lokum dag einn glatar þinni sál en þú ferð yfir fljótið ferðu alein en þú ferð yfir fljótið ferður engir vinir fylgja þér auðavinn þau verða hér en þú ferð yfir fljótið ferður en þú ferð yfir fljótið ferðu alein en þú ferð yfir fljótið ferður engir vinir fylgja þér auðavinn þau verða hér en þú ferð yfir fljótið ferður Amen. Hugsið ykkur að muna þetta bara eftir 40 ár. Það var nú bara nokkuð gott. Og að fá að halda röddinni 40 árum síðar. Það er yndislegt að fá að lofa Drottin. En við erum búin að syngja svo mikið í morgun að ég veit ekki hvort að ég get talað og það gleður örugglega marga ef það væri. En við reynum okkar besta. Það er mikið sagt á þessum tímum að þetta séu skrýtnir tímar og mér finnst þeir ekki skrýtnir af sömu ástæðu og margir aðrir. Mörgum öðrum finnast þeir skrýtnir vegna þess að mér finnst skrýtið að í raun og veru að fólk vilji ekki kannast við skapara sinn. Það er það skrýtnasta sem mér finnst í dag. Ég sagði ykkur að bíllinn minn bilaði á síðasta sunnudag og ég fór beint í skaparann til þess að finna út
hvar ég geti fengið hlutin sem ég vantaði í hann, þar að segja í framleiðanda. En orðið sem ég langar að miðla með ykkur í dag úr 2. Krónikubók 7 og 14, þar sem segir, reyndar við skulum lesa vers 13, þegar ég byrgi himininn, og það er skaparinn sem að tala, eigi nær að rigna, vegna þess að hann skapaði þetta allt saman, hann getur lokað fyrir þegar hann vill. En það ekki, fellur ekki alveg í kramið hjá öllum. Þegar ég býð engisbrettum að rótnaga landi, þegar ég læt drepsótt koma meðal liðs míns, líður minn sá við mig kendur, auðmýkir sig, þeir biðja að leita auglítis míns, snúa sér frá sínu vondu vegum, þá vil ég heyra þá frá himnum, fyrirgefa syndir þeirra, græða upp land þeirra. Skulu augu mín vera opin, eyru mín gaumgjafing gagnvart bæn þeir framborin á þessum stað. Framborin á þessum stað. Og nú hef ég útvalið og helgað þetta hús til þess að nafn mitt megi búa þar að eilífu. Skulu augu mín og hjarta vera þar alla daga. Og þetta var á tímum Salómons konungs þegar var verið að helga musterið, eða það sem við köllum musteri Salómons. Og Guð, hann gaf Salómon fyrirheit það að hann ætlaði að búa í þessu musteri. Nú, í Sálmi 81, vers 14, ég myndist, eða las það á síðustu samkomu líka, þá þetta vers, ó, að líður minn vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínu vegum. Hér Guð að tala til Ísraels og ég fletti þessu versi upp í annarri þýðingu þar sem segir ó, að fólk mitt vildi í eitt skipti fyrir öll hlusta á mig og ganga trúfastlega á mínum vegum og fylgja mér. Þetta svokölluð Passion Biblía og ég þýði þetta svona bara yfir á íslensku beint. En þetta hróp Guðs í raun og veru, þetta var hróp Guðs á dögum Ísraels að fólki sem hann skapaði, þjóðin sem hann hafði virkilega tekið bara sér til eignar og var með henni, að hún vildi hlusta á hann. Og þetta í raun og veru eðli, við erum sköpuð í Guðs mynd. Og það eðli okkar sem foreldra að þrá það að börnin okkar hlusti á okkur líka. Þannig þetta svona kall. Þetta trúi ég því að þetta sé ennþá kall Guðs til þessarar kynslóðar. En ég las líka, og ég ætla að minnast á það að í orðskviðunum sem ég las líka á síðasta sunnudag, 1:20, það þessa visku, og við sögðum að viska, að ég sagði að unglingar, þeir veit ekki hvað viska í dag, eða speki, og ég sagði að þetta væri svona gott common sense, en í raun og veru mismunur á visku og þekkingu. Menn geta haft þekkingu á þess að hafa visku. Menn geta verið vel menntaðir og verið alveg naut heimskir. Og því miður höfum við menntaða kynslóð í dag sem að þegar Guð varðar að þá þeir naut heimskir. Af hverju segir það? Heimskur maður var talinn sá sem aldrei hafði komið út fyrir bæjardyrnar og hann sá bara í eina átt. Sjáðu, mennta fólkið okkar, það gerir ekki ráð fyrir skapara. Og það ekki heimsk að vera menntaður og halda það að allt verði til að sjálfu sér? Fyrir mig það heimska fyrirgefiði menntamenn. En fyrir suma, þá þetta líka gamaldags og ég var að tala spekina, hún kallar hátt á strætónum, ég glemdi næstum að lesa vessið, hún kallar hátt á strætónum, lætur rödd sína gjalla á torgunum og það hrópað í dag. Ég hef aldrei séð fleiri götupredikar á YouTube heldur en einmitt í dag. Þeir á strætónum, þeir á torgunum og þeir hrópa út Guðs orð. Þeir hrópa út hjarta Guðs. Og það segir hún hrópar á glömmiklum gatnamótum við borgarhliðin, heldur hún tölur sínar og segir hversu lengi ætli þér fávísir að elska fávísur, hinnir hágjörn að hafa yndi af háði og heimskingjar að hata þekkingu. Og nýrri þýðingin okkar segir að amast við. Og
finnst mér eiginlega, að hata eða amast við. Hugsaðu þegar einhver kemur til þín og hann vil gefa þig gott ráð og þú bara amast við honum, þú vilt hann ekki. Svona, komdu ekki nálægt mér, ég veit hvað ég að gera. En þú kannski veist það ekki. Og ég man að sú var tíðin að ég vildi ekki þiggja ráð sjálfur. Ég man að ég var að læra í Vélskólanum og ég var að læra að nota járnsög. Það var svo merkilegt að kennarinn kom til mín og segir, á hverju heldurðu svona á söginni? Ég sagði, hvað? Ég veit alveg hvernig á að gera þetta. Ég var búinn að vera vélstjóri og svona, ég veit alveg hvernig á að gera þetta. Nei, hann sagði, gerðu þetta aðeins öðruvísi, notaðu báðar hendur og láttu sögina saga. Þú átt ekki að saga, sögin á að saga. Og það er svo oft þegar við viljum taka ráð að þá verður allt svo miklu léttara. Og ég held að það er allt svo miklu léttara ef að mannkynið og ef að þjóðin okkar vildi bara taka ráð Guðs með. Þau ráð sem Guð hefur gefið okkur. En við lesum hérna að Guð hefur ekki breyst. Hann sagði við Ísrael, ef þjóð mín leita mín í stað eigin leiða, þá vil ég græða landið. Þá vil ég græða landið. Og það kostar auðmýkt að beygja sig fyrir Guði. Hann segir, ef líður minn sem við mig kendur auðmýki sig og ef þeir biðja, ef þeir leita auglítis mín, svo hvað er það? Að leita, ok, er það ekki bara saman að biðja? Nei, við getum beðið Guðum eitthvað en að leita auglítis hans, það þýðir það, ég vil vera með honum, ég vil eiga samfélag við hann. Ég er ekki bara að koma til hans til að biðja, ég vil eiga samfélag við hann. Leita auglítis hans og snúa sér frá sínum vondu vegum. Þá vil ég heyra þá, fyrirgefa og græða. Og yfirskriftinni við þessum lestri var, enginn leitar hjálp hjá þeim sem hjálpa kann. Og jafnvel amast við þeirri hjálp. Í dag þá leitar enginn hjálpar hjá þeim sem hjálpa kann. Fólk leitar til manna og menn vilja vel, en sjáðu til, allt sem að gerast í heiminum í dag, ef að þjóðirnar vildu aðeins auðmýkja sig fyrir hinum almáttuga Guði, þá gætum við haft svo miklu betra líf. Við lifum í heimi sem í upplausn í dag. Og það í rauninni, eins og ég sagði, enginn sem vil leita upplýsinga hjá framleiðanda. Og ég var að hugsa, þegar ég hugsaði þetta, enginn vill leita upplýsinga í allri þessari kaos. Það var einhver að tala um útvegsspilið, þeir eru verið að spila útvegsspilið heima. Ég hugsaði, ef það væri til svona upplausnarspil, heimur í kaos, og við getum keypt svona spil sem heitir heimur í kaos út í búð. Og svo færum við Bersteinn og Snorri að spila og við fyndum að þetta gengur ekki upp, það er engin lausn í spilinu. Við myndum fara út í búð og skila því og segja, heyrðu, þetta var gallað. Við viljum fá eitthvað þar sem við getum leyst málin. En svo þegar við erum í raunveruleikanum, að þá viljum við í raun og veru, ok, ef þetta væri spil, segi ég, að þá myndum við vilja láta spilið ganga upp. En í raunveruleikanum, þá er eins og fólk vilji ekki leita til skaparans. Fólk vill ekki hlýða á skaparan. Og sumir segja, já, þetta á að vera svona jákvæðari boðskapur, við erum í þrengingu og við þurfum uppörvun. Já, ég er að segja okkur í raun og veru hvað við getum gert sem er lausn á þessum málum. Sem er lausn. En svo lesum við það í Sálmi 14 að framleiðandinn, hann fylgist með frá himni. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur vers 2 í Sálmi 14 og þetta er vers sem var mjög lifandi fyrir mér í upphafi þessa árs. Og hefur einlega hljómað í hjarta mínu allt árið. Að Drottinn, hann lítur niður af himni, niður á mennina til að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Er það ekki bara heimska? Ekki Guðs. Guð segir, ef einhver er hygginn, þá leitar hann Guðs. Guð segir líka að heimskingin segir engin Guð. Þannig að það er Guðs mat, það er Guðs sín á hlutina. Hann lítur niður að himni á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Og á þessum dögum þá sá hann
Allir eru viknir á leið, allir spilltir, enginn gjörir það sem gott ekki einn. Og ég alveg viss að Facebook kommentararnir eru sammála mér núna að það enginn sem gerir það sem gott ekki einn, nema bara ég veit allt. En hér sjáum við að enginn gerir það sem gott Guð fann engan, finnur hann einhvern í dag. Ég ætla að vona að hann finni einhverja sem vilja auðmýkja sig. Og það svo merkilegt að við lesum hérna áfram í Sálmi 14 að þá segir allir eru viknir á leið og svo segir skildu þeir ekki fá að kenna á því að þeir ritgjörnamennir þeir eta líðminn sem brauð væri og ákalla eigi drottin. Hér verið að tala fólk sem hefur völd og það bara etur upp smælingjana og þegar ég las þetta þá hugsaði með mig þetta bara eins og bergmál af Facebook. Það allir að tala þennan sem glemdi að uppfylla loforðin sín í síðustu kosningum og þeir að kúa okkur og þeir gera allt fyrir alla aðra en þeir vilja ekkert gera fyrir mig. En samt vilja menn ekki leita til hans sem réttlátur, sem í raun og veru góður, réttlátur og vill vísa okkur veginn. Í vers 3, ekki einn og þrátt fyrir kúgun, merkilegt, þrátt fyrir kúgun að þá leitar fólk ekki Guðs. Þrátt fyrir plágu, þá leitar fólk ekki Guðs. Það getur enginn beðið eftir að barirnir opni á ný. Það getur enginn beðið eftir því að fá að skemmta sér á ný. Það heyrir enginn þetta hróp Guðs. Líður minn vildi hlusta. Líður minn bara vildi auðmýkja sig. Líður minn, fólkið mitt, vildi gefa mér smá stund. Og það einmitt það. Í Sálmi 12 segir, sækir kúunar hinnar hrjáðu, sækir andvarpa hinnar fátæku vil ég nú upprísa, segir drottin. Ég vil veita hjálp, þeim þrá hana. Og þegar ég las þetta, þá hugsaði ég, þeim þrá hana. Það eru nokkra þýðingar sem nota þetta orð, þeim þrá hana. Þráum við stundum, það eins og maðurinn, hann þráir ekki hjálp fyrir allt komið í þrot. Hann vil alltaf fara sinn veg meðan hægt en svo þegar allt komið í þrot, þá kemur þetta að hann þráir hjálp. Þannig var það með týnda soninn og það þetta hjarta Guðs að hann í raun og veru, það segir á einu stað, hann býður þess að geta miskunnað okkur, þangað til við þráum nóg að vera hjálpað. Og ég að hugsa þessa skrýtnu tíma. Það ekki skrítið þegar kirkjudeild tekur frelsaran og drottinn sinn og hefur hann að spotti. Hengir hann utan á strætisvagn og segir að hann sé svona strengjabrúða og ef ég vill að þú sett hommi þá ertu hommi, ef ég vill að þú sett trans þá ertu trans, ef ég vill að þú sett þjófur þá ertu þjófur Jesús, ef ég vill að þú sett þetta, ég meina ég Guð og þú Jesús, þú bara það sem ég segi þér að vera. Ég meina, og það sem að slær mig mest að þessi kirkja, hún eins og kirkjan í Laodíkeu sem að fannst allt verið í besta lagi. Ég ríkur og ég þarfnast enginn og það gengur allt svo vel hjá mér. Stjórnendur sem betur fer voru margir í þessari kirkju sem að tóku afstöðu og hryggði þá, en það eins og stjórnendur þessarar kirkju, þeir bara föttuðu ekki málið. Þeir voru bara ánægðir með ástandið. Og fyrir mig eru það mjög skrýtnir tímar. Það eru skrýtnir tímar þegar að í raun og veru börnin eða kirkjan hæðist að drottni sínum eða börnin hæðast að foreldrum sínum sem hafa gefið þeim allt og að þeir sem eiga að vera þjónar drottins að þeir bara hæðast að honum. Það eru skrýtnir tímar. Og það eru líka skrýtnir tímar að við heyrum enn hrópað, ekki nóg að sé gert, ekki nóg að sé hæðst að honum, að þá enn hrópað burt með hann. Burt með hann. Burt með hann úr skólunum, burt með hann af vinnustöðunum, burt með hann úr mínu umhverfi
Þú skal bara tilbiðja hann í þinni kirkju, hún til þess. Ég vil ekki heyra hann. Og þetta eitthvað nýtt? Nei, þetta hróp hefur heyrst síðan að Jesús var krossfestur, að þá komu menn og sögðu burt með hann, gefðu okkur Barabbas lausan. Og Barabbas var ræningi. Barabbas hafði efnt til uppþota. Barabbas, hann var í raun og veru ekki góður maður. Hann var sá sem stóð fyrir lögleysi og upplausn. Þannig að það var það sem þeir vildu. Þeir vildu leysa Barabbas, sem þýðir að leysa lögleysið en krossfesta Jesúm Krist, sem stóð fyrir skaparan. Hann var sonur skaparans og hann var skaparinn. Hann var sannleikurinn, vegurinn og lífið. Hann var réttlætið, hann kom til eignar sinnar og hans eigin menn þekktu hann ekki. Og ég að hugsa, þetta hróp hefur ekki þagnað enn þann dag í dag. Spámaður segir, sannleikurinn horfinn. Og sá sem fyrrist það sem rétt eða stendur upp fyrir það sem rétt það skjótt ráðist á hann. Þetta Jesaja 59:15. Og þetta var hróp Jesaja á þeim tíma. Hefur eitthvað breyst, elsku vinir? Ég sé ekki betur en að þeir sem standa upp fyrir sannleikann í dag, það eitt sem situr hérna meðal okkar, að hann misti vinnuna fyrir það að bara vitna í eitt biblíuvers. Hefur eitthvað breyst? Sálfræðingur skrifaði transfólk daginn fyrir nokkrum vikum í Vísir. Hann fekk allt sálfræðinga samfélagið upp á móti sér af því hann skrifaði heilbrigða og góða grein. En það var ekki nógu gott. Við viljum Barabbas, við viljum lögleysið, við viljum upplausnina. Og það þetta sem að í rauninni kvelur mig. Og menn eru ennþá að dýrka hið skapaða í stað skaparans. Að humanismin, maðurinn í hávegum hafður. Maðurinn í hávegum hafður og hver ávöxturinn? Jú, við höfum rugling, við höfum upplausn, menn vita ekki lengur hvers kyns þeir eru og það endalaust hægt að telja upp að ef að skaparinn fær ekki og orð skaparans fær ekki rúm hjá okkur, þá höfum við þjóðfélag í upplausn. Og sumir segja í allt þetta, ef Guð væri til, þá væri hann búinn að hjálpa. En ritningin segir eins og ég vitnaði áður, Drottinn til. Jesaja 30:18. Og hann bíður þess að geta miskunnað okkur. Og hann hrópar, ef líður minn bara vill auðmýkja sig. Ef þeir vilja bara auðmýkja sig. Ef þeir vilja bara auðmýkja sig og viðurkenna að ég Guð. Ef þeir vilja bara biðja. Ef þeir vilja bara eiga samfélag við mig. Þá get ég snúið við öllum vegum þeirra á einu augabragði. Og mitt í öllum þessum kringumstæðum það sem ég myndist á áðan kirkja. Það sem við kallum kirkja. Það sem hann kallar hér í krónikubókinni hús Guðs, mitt hús. Og þessi kirkja í dag, hún í raun og veru kölluð. Það hans fólk í dag sem Guð að kalla til þess að rísa upp, til þess að skipa sér í skarðið fyrir brotinn heim. En það eins skrítið með hans fólk á dögum Haggai þegar þeir voru að koma heim úr herleiðingunni. Þeir höfðu verið í herleiðingu í 70 ár vegna þess að þeir óhlýðnuðust Drottinn vegna þess að þeir vildi ekki hlusta. Svo koma þeir heim og þeir koma inn í frelsið en þá lesum við í fyrsta kaflanum í Haggai að þeir eru allir svo áhugalausir og þeir eru óanægðir og það ekkert byrjað að byggja og Guð þarf að senda spámann til að tala við það og segja tími fyrir yður að búa í húsum meðan mitt hús liggur í rústum. Og ég trúi því, elsku systkini, á þessum tíma að þá boðskapur Guðs hinn sami til okkar tími fyrir okkur að hafa allt til alls, tími fyrir okkur að gera allt sem við mögulega viljum og getum meðan hans hús liggur í
rústum meðan heimurinn líður og blæðir og þekkingin af honum eins og hrekst í burtu, þá tími fyrir okkur að bara gera hvað sem við viljum? Nei, Biblían segir að við séum verði keyptir. Þannig ef við erum verði keyptir, þá erum við þjónar Drottins. Og þetta var einnig svona á dögum Páls og Tímóteusar að Páll hann þurfti að uppörva Tímóteus, hann sagði við hann ætti að glæða náðargjöfina sem honum hefði verið gefin. Hann ætti að glæða náðargjöfina og hann sagði að Guð hefur ekki gefið þér anda hugleysis, Tímóteus. Þannig að þjóðfélagið var þannig á þeim dögum að það vildi þrykkja hinum kristnu niður. Alveg eins og þjóðfélagið í dag. Það vildi þrykkja hinum kristnu niður. Burt með Krist. Og á dögum Páls þá var þetta ekkert öðruvísi og Tímóteus sem hafði verið skilinn eftir í Efesus, það virðist vera að hann hafi verið huglaus og hræddur og Páll að uppörva hann og segja honum að glæða náðargjöfina sem Guð hefur gefið honum. Og ég trúi því að Guð vill segja það við þig sem tilheyrir Jesú Kristi í dag, að hann að kalla þig í dag til að glæða hjá þér náðargjöfina sem hann gaf þér og hefur kannski legið í dvala árum saman, að Guð, hann vill fá að nota okkur á þessum síðustu tímum. Guð vill að við auðmýkjum okkur fyrir honum, við byrjum að biðja, leita auglýtis hans og við snúum okkur frá okkar vondu vegum eða jafnvel bara okkar eigin góðu vegum og gefum honum fyrsta sætið. Þá segir hann, þá vil ég heyra og þá vil ég fyrirgefa, þá vil ég græða. En það svo skrítið, þetta virðist alltaf hafa verið svo erfitt fyrir okkur hinna kristnu. Á dögum Jesú þá var það að lærisveinarnir að þeir kom einhvern tímann til hans og sögðu, Jesús, þessi ræða hún allt of þung. Þetta bara eins og hann kittir að tala eftir 2000 ár. Þetta allt of þungur boðskapur hjá þér. Við viljum ekki vera með í þessum söfnuði. Við viljum bara, við getum ekki hlustað á þetta. Og Jesús, hann ansaði þeim ekki, hann sneri sér að Pétri og hinum strákonum og segir, en þið, viljið þið fara líka? Og Pétur, við þekkjum söguna að Pétur hann segir, nei, við höfum ekkert að fara. Við vitum að þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við vitum að þú hefur orð lífsins og við sem höfum fengið að upplifa Jesú, við vitum að við getum ekki snúið við. Það engin önnur leið. En stundum virðist þetta vera svo sárt að fólk vill frekar og fólki finnst vegur Guðs svo þröngur og leiðin svo erfið að þeir búa jafnvel til nýja leið, annan Jesú, allt það, ég vil tala um það. En ég man eftir manni sem hann kveið svo fyrir að fara í hnjáaðgerð, að í mörg ár að þá var hann hérna með ónýtt hné og það var svo sárt að ganga. En hugsið ykkur, ef hann hefði farið bara strax, að þá hefði lífið orðið svo miklu betra á eftir. Og ég trúi því að það er svo miklu betra að bara hlýða Guði, auðmýkja sig, leita auglýtis hans, leyfa honum að vera með, leyfa honum að fyrirgefa og græða upp lífið okkar, syndir okkar og gefa okkur nýja byrjun. Það svo miklu betra fyrir sálina. Þannig að ef að þú heyrir hvað Guð að segja í dag, og ég veit ekki, þú segja, ég nú bara góður maður og ég frelsaður og allt það, ég veit ekki hvort ég þori alveg að segja það fyrir sjálf á mig. Þetta eitthvað sem Guð hefur verið að tala til mín og ef það, kannski það ekki fyrir þig, kannski það bara fyrir mig, en ég þrái að virkilega að vera auðmjúkur fram fyrir Guði og ég þrái að óttast og vil óttast Guð frekar en menn. Mér finnst fáránlegt að þessi kenning að veita mönnum virðingu en vanvirða Guð. Við eigum að veita mönnum virðingu, jú. Við eigum að elska menn og veita þeim alla þá virðingu sem þeim ber. En ekki með því að vanvirða Guð. Ef að Guð hefur gefið okkur orð, þá eigum við að hlýða því frekar en mönnum. Það til saga spámann sem lét annan spámann taka sig af réttu leiðinni
og það kostaði hann lífið. Guð hafði gefið honum orð að stoppa ekki á þessum stað, neita ekki neins á þessum stað fyrir hann væri komin heim. Það kom annar maður, laug að honum og hann þurfti að gjalda fyrir það með lífi sínum. Það var ljón sem drap hann. Og það er svo ofta það er hrópað til okkar úr öllum áttum og okkur er bent á auðveldari leið. Þetta er ekki svona erfitt, þetta er ekki svona eins og þú segir. Jú, ég held að sé bara nákvæmlega svona. Þetta snýst bara að eiga samfélag við Guð. Við komum saman, hvar sem 2 eða 3 koma saman, þar er ég mitt á meðal þeirra. Þetta snýst ekki það að við getum, haft svo flotta grúppu eða flottan kór eða flottan predikara. Þegar að líður minn sem við mig kenndur snýr sér til mín, segir Drottinn, þá vil ég heyra. Þá fáum við að sjá kraftaverkin gerast, þá fáum við að sjá nærveru Guðs, þá fáum við að sjá öll þessi óleysanlegu mál leysast. Vandinn er sá að Guð, hann er afbrýðisamur út í sína kirkju. Hann er afbrýðisamur út í sitt fólk. Ég talaði við manneskjum daginn sem sagðist vera afbrýðisum út af sínum maka. Og ef einhver annan getur verið afbrýðisamur út af sínum maka, getur þá ekki Guð verið afbrýðisamur út í börnin sín. Að þau vilja ekki gefa honum það sem hann á. Og þið sem eigi börn hérna inni, þið vitið hvaða er yndislegt þegar börnin koma upp í fangið á okkur og taka utan um okkur og elska okkur. Og þetta er hróp Guðs. Þetta er hróp Guðs. Ó, að börnin mín, vildu heyra mig. Ó, að vildu heyra mig. Á hverju á ég að vera fyrir utan? Á hverju viljið ekki koma til mín? Og ég trúi því að, já, þetta er það sem Guð gaf mér í dag og við getum öll glætt. Ég lenti í daginn að það var hitaveituloki sem var fastur og það hitnaði ekki íbúðin og ég þurfti að finna út hvaða loki það var, vegna mann frá hitaveitunni vegna þess að ég var að horfa á vitlausan loka, alltaf gott að kalla á framleiðanda og hann beindi mér á réttan loka og hann var fastur og þegar við vorum búin að losa hann þá glæddist náðargjöfin og það hitnaði aftur í húsinu. Og það er það sem við þurfum að gera, að við þurfum að verða aftur heit fyrir okkar Drottinn. Og Guð, hann er að leita, að lokum þetta, hann er að leita að fólki sem að tilbiður hann í anda og sannleika. Hann er að leita að fólki sem að vil biðja, sem vil skipa sér í skarðið og byggja upp múr og vegg réttlætis, rífa niður ranglætið, byggja upp réttlætið. Og ég er þakkláttur fyrir allar raddir sem heyrast í þessu þjóðfélagi, en við þurfum líka að biðja fyrir þeim. Við þurfum að biðja fyrir þingmönnum okkar, við þurfum að biðja fyrir þeim sem að, já, ganga fram með djörfung og játa Drottinn trúboðunum okkar. Við erum öll með í þessu. Og sumum finnst þeir kannski ekkert geta gert, en ef við erum líkami Krists, ég var að hugsa það að hver sem ég fer að, það var einhver blettur hérna sem ég sá, fæðingablettur, þá fer þessi blettur með mér og ég veit ekki hvaða gagn hann gerir, hann er alltaf með hvað sem ég geri. Og það er sama með það að þegar Jesús er að starfa, hvað okkur finnst við vera ómerkilegu hlutur á líkama hans, þá erum við samt með. Og við skiptum svo miklu máli. Við skiptum máli fyrir hann. Þannig að við skulum bara enda þessa stund á að biðja saman og mig langar að við biðjum fyrir þjóðin okkar og ég vil biðja bara auðmýkt fyrir fólkið í landin okkar að ég vil biðja fyrir þeim sem að vilja fá kristni fræðsluna aftur inn í skólana vegna þess að við þurfum Krist. Við þurfum Guð. Börnin okkar þurfa Guð. Ég vil biðja líka fyrir skólum, leikskólum. Börnin okkar þurfa Jesú. Jesús hafði leyfið börnunum að koma til mín. En það er svo sárt að stoltið setur okkar Guð og skapara út. Þess vegna skulum við enda
þessa stund á að biðja saman og þú sem ert heima, ég ætla að biðja að biðja með mér. Ef þú hefur ekki gefið Jesú líf þitt, ef þér finnst þetta allt vera bull og vitleysa sem ég að segja, íhuga það samt. Vegna þess að ég hef líka verið á þeim stað að mér fannst þetta vera, kristindómurinn vera bull og vitleysa. Íhuga það samt, það til Guð, annars væri þú ekki hér. Og hrópað á hann vegna þess að hann sá eini sem getur veitt þá hjálp sem sálin þín þarf. Faðir, við komum fram fyrir þig á þessum yndislega sunnudegi og Drottinn, við viljum auðmýkja hjört okkar, við viljum biðja til þín, við viljum leita auglýtis þíns, eiga samfélag við þig, himneski Faðir. Og við viljum svara kallið þínu í dag, Drottinn. Við viljum segja, Drottinn, við elskum þig. Við elskum þig, við tignum þig, við tilbiðjum þig og við þökkum þér fyrir sköpunina. Við þökkum þér fyrir himnana sem segja frá dýrð Guðs. Við þökkum þér, Drottinn, fyrir fjöllin, við þökkum þér fyrir fljótin, við þökkum þér fyrir það að allt sem andadrátt hefur, það getur lofað þig. Við biðjum Drottinn fyrir alþingismönnum, við biðjum Drottinn fyrir ríkisstjórn Íslands, ég biðji Drottinn fyrir þeim sem á sjúkrahúsum, Drottinn minn, og ég biðji Faðir Guð, frelsa oss frá illu og við þökkum þér líka, Jesús Kristur, að þú ert meira en Drottinn yfir þessari pest, þessari COVID-plágu sem að ganga, þú ert Drottinn. Þú ert Drottinn og ef að líður minn sem við mig að kendur auðmýki sig, að þá snertir pláan hann ekki, segir í Sálmi 91. Faðir Guð, við lofum þig fyrir orðið þitt, við lofum þig fyrir það, þú ert góður og miskunn þín varir að eilífu. Þinn mátturinn, þín dýrðin, þitt ríkið að eilífu. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta og við ljúkum þessari útsendingu þá hér núna.